Já, það er ekki auðvelt að skilgreina siðferði svo að allir séu sáttir, enda deila heimspekingar um eðli og inntak siðferðisins. En ég held að það sé óhætt að segja, að minnsta kosti, að siðferði sé fólgið í ákveðnum kröfum eða væntingum sem gerðar eru til okkar, til athafna og jafnvel lífernis, að svo miklu leyti sem athafnir okkar og líferni með beinum eða óbeinum hætti varða annað fólk eða jafnvel önnur dýr eða umhverfið. Það er að segja, siðferði sem sagt snýr að hegðun og breytni sem með beinum eða óbeinum hætti hefur áhrif á hagsmuni annarra. Og nú eru til alls konar kröfur eða væntingar sem gerðar eru til okkar. Aðrar en siðferðiskröfur, til dæmis kurteisisvenjur eða mannasiðir eða eitthvað slíkt. En siðferðið varðar meira grundvallar þætti mannlegrar breytni. Nú er kannski erfitt að halda mikið lengra áfram án þess að verða hlutdrægur og draga taum einnar kenningar umfram annarar. Sumir heimspekingar halda að það sé ekkert algilt siðferði til, halda að á einum tíma gildi eitt og á öðrum tíma annað, eða á einum stað gildi eitt og á öðrum stað annað. Og þetta er afstæðishyggja og hún hefur átt sér málsvara og á sér enn. En flestir heimspekingar hafna svona afstæðishyggju og halda að það sé til eitt siðferði fyrir alla menn á öllum tímum og reyna að finna því stað í til dæmis mannlegu eðli, til að mynda í þeirri staðreynd að við erum skynsemisverur, þannig að siðferði verður eins og einn þáttur í mannlegri skynsemi, og aðrir reyna kannski að finna siðferðinu stað í öðrum þáttum mannlegs sálarlífs, til dæmis í mannlegum hneigðum og kenndum, og enn aðrir reyna að leggja til grundvallar afleiðingar athafna okkar. En þessi rökræða öll tilheyrir siðfræði, og siðfræði er sem sagt ein grein heimspekinnar sem hefur verið álitin ein af megingreinum heimspekinnar allt frá því í fornöld, og hún er rökræða, heimspekileg rökræða sem hefur siðferði að viðfangi. Siðfræði, heimspekileg siðfræði, er ekki lýsandi grein í þeim skilningi að hún reyni að lýsa raunverulegri hegðun manna eins og hún kemur fram, eða siðferði manna eins og það kemur fram í tilteknu samfélagi á tilteknum tíma. Slík lýsing verður kannski frekar innan annarra greina, mannfræði eða félagsfræði, sálfræði eða sagfræði. En heimspekileg siðfræði reynir að finna grundvallarreglur eða meginreglur mannlegs siðferðis og réttlætingu þess. Það er að segja, í staðinn fyrir að reyna að lýsa því hvernig menn í einhverju samfélagi haga sér, þá reynir hún að lýsa því hvernig menn eiga að haga sér og af hverju. Og svo er til innan siðfræðinnar hagnýtt siðfræði sem fjallar siðferðileg álitamál í tilteknu samhengi, kannski fóstureyðingar eða líknardráp eða siðfræði líf- og erfðavísinda, og fjallar þau álitamál kannski einkum með greiningu á hagsmunum og réttindum og skyldum þeirra sem eiga hlut að máli.